árum. Samfélagið Austurland þjappaði sér saman með vináttu, kærleika og von sem sitt leiðarstef. Hjá HSA var settur mikill þungi í áfallateymi stofnunarinnar sem sinnti þrotlausri vinnu yfir langt tímabil. Stjórnvöld létu ekki sitt eftir liggja og fékk HSA 60 milljóna króna viðbótarfjárframlag til þess að efla enn frekar þjónustu áfallateymis HSA. Undanfarin misseri hefur verið unnið að því að hægt verði að ráðast í umtalsverðar framkvæmdir á ýmsum starfsstöðvum HSA. Fyrstu drög að byggingu sjúkrabílaskýla liggja fyrir sem ætlað að bæta mjög aðkomu sjúkrabíla að umdæmissjúkrahúsin okkar, sem og á heilsugæslunni á Reyðarfirði. Einnig hefur mikil skipulagsvinna farið í nauðsynlegar endurbætur á sjúkradeild HSA sem fyrirhugað að ráðist verði í nú í júní. Allar þessar framkvæmdir munu bæta starfsumhverfi HSA og þjónustu við okkar skjólstæðinga. En við þurfum þó stöðugt að halda áfram að byggja upp. Þar má nefna að mikilvægt að stækka heilsugæsluna á Reyðarfirði þannig að hún verði enn öflugri miðstöð heilbrigðisþjónustu í Fjarðabyggð. Heilsugæslan á Egilsstöðum hefur árabil verið stærsta heilsugæsla HSA og höfum við bætt umtalsvert í bráðaviðbragð með fjölgun fagfólks á bakvakt. Við þurfum þó að halda áfram uppbyggingu heilsugæslunar á Egilsstöðum og taka ákveðin næstu skref bæði hvað varðar heilsugæsluþjónustu sem og allt bráðaviðbragð heilsugæslunar. Einnig mikilvægt að halda áfram uppbyggingu göngudeildar HSA, enda stöðugt aukin ásókn í þjónustu göngudeildar HSA. Til þess að göngudeildin fái að vaxa og dafna þannig að hún geti sem best sinnt sínu mikilvæga hlutverki mikilvægt að finna þeirri starfsemi varanlegt húsnæði innan veggja umdæmissjúkrahússins og það munum við gera. Eins og sjá má HSA öflug heilbrigðisstofnun. En það styðja líka mælikvarðar heilbrigðisþjónustu eins og þjónustu stofnun ársins. En þar heldur HSA efsta sæti sínu meðal heilbrigðisstofnana. Þessi árangur ekki sjálfgefinn og krefst mikillar alúðar í öllum okkar störfum. Hjá HSA starfar fólk sem af krafti og metnaði vinnur saman að uppbyggingu heilbrigðisþjónustu. Við munum halda átrauð áfram með gildin okkar, virðing, öryggi og fagmennska að leiðarljósi. Kærar kveðjur og njótið dagsins. Takk fyrir þetta, Guðjón. Næst það Þórarna Gró Friðjónsdóttir og hún ætlar að fara yfir mannauðinn. Komið sæl. Heilbrigðisstofnun Austurlands býr yfir einstökum mannauði, hæfu og reynslumiklu fólki sem starfar á 14 starfsstöðum sem staðsettar allt Austurland. Eftir að HSA tók yfir rekstur hjúkrunarheimilisins Sundabúðar starfsmannafjöldi 462 í 343 stöðugildum. Meðal starfsaldur hjá HSA 8,6 ár en margt af okkar starfsfólki hefur starfað mun lengur og til gamans má geta að 15 starfsmenn hafa náð 30 ára eða lengri starfsaldri.
Starfsfólkið okkar hefur fjölbreyttan bakgrunn en einstaklingar af 20 þjóðernum starfa hjá HSA og að Íslandi undanskildu eru fjölmennustu þjóðernin frá Póllandi, Þýskalandi og Filippseyjum. Jafnrétti okkur mikilvægt en HSA hlaut jafnlaunavottun fyrst allra heilbrigðisstofnana árið 2019 á grundvelli jafnlaunastaðalsins IST 85. HSA leggur mikla áherslu á að greidd séu sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni, kynþætti eða öðrum órökstuddum viðmiðum. Í mars fór HSA í 7. sinn í gegnum úttekt vegna jafnlaunavottunar og fékk endurnýja skírteini sem gildir nú til ársins 2028, en áfram verður farið í viðhaldsúttektir árlega. HSA fékk í 3. sinn viðurkenningu jafnréttisvogarinnar en viðurkenningu hljóta þau félög, stofnanir og sveitarfélög sem hafa náð að jafna kynjahlutfall í efsta lagi stjórnar. Í stjórnendastörfum innan HSA kynjahlutfallið 69% konur en 31% karlar, en á vinnustaðnum í heild mikill meirihluti konur eða 88%. Við erum stolt af þessu öllu og trúum því að jafnrétti og fjölbreytileiki sé mikilvægur hlekkur í að skapa góðan vinnustað. Síðustu ár hefur verið lögð aukin áhersla á að skipuleggja almenna fræðslu með það markmiði að ná til sem flestra og koma til móts við ólíka fræðsluþarfir innan HSA. Eins hefur starfsfólk verið hvatt til að huga að eigin starfsþróun og þekkingu og leita fjölbreyttra leiða til að efla sig í starfi. Fræðsluáætlun hefur verið sett upp í samstarfi við Austurbrú og starfsfólk HSA. Fræðsla sem hefur verið boðið upp á síðastliðið ár meðal annars tölvufærninámskeið, sýnatökunámskeið, sáranámskeið, skyndihjálparnámskeið, sérhæfð endurlífgunarnámskeið, námskeið örugga og rétta meðhöndlun matvæla, námskeið í hreyfiþjálfun fyrir eldra fólk, námskeið í streitustjórnun, námskeið í samskiptum við skjólstæðinga og aðstandendur og almennt samskiptanámskeið. Námskeiðin hafa ýmist verið haldin á starfsstöðum eða í gegnum fjarfundabúnað og ánægjulegt að segja frá því að samanlagt hafa 280 manns tekið þátt í ofangreindu námskeiðum. Það einnig vert að nefna þessu tengdu að vísinda- og fræðidagur HSA sem verður haldinn hér eftir hádegi í dag tileinkaður samskiptum í víðum skilningi. Og að mínu mati lofa dagskrá hans góðu og ættum við vonandi öll að geta tekið eitthvað gott út úr þeim fyrirlestrum. Að lokum hafa verið samþykktar 70 námsleyfisbeiðnir sem eru yfirleitt námskeið eða ráðstefnur sem starfsfólk hefur óskað sérstaklega eftir að sækja starfsins vegna og 4 starfsmenn hafa verið í lengra námsleyfi sem hluta af starfshlutfalli sínu. Við teljum að með fjölbreyttum námstækifærum eflist starfsfólk og ekki síst starfsemi HSA í heild. Síðast en alls ekki síst mældist HSA hæst allra heilbrigðisstofnana á landinu 3. árið í röð í könnun stofnun ársins. Stofnun ársins viðamikil könnun sem hefur það að markmiði að bæta starfsumhverfi í opinberri þjónustu og niðurstöður nýtta til að sjá hvað á réttri leið og hvar þörf á umbótum. Á myndinni má sjá hvernig heildareinkunn hefur þróast síðastliðin 4 ár hjá HSA í samanburði við meðaltal annarra heilbrigðisstofnana. HSA hefur síðustu 3 ár náð yfir 4 af 5 mögulegum í heildareinkunn og heildarstarfsánægja mælist há og hefur í raun aldrei mælst hærri en nú. Við erum einstaklega stolt og ánægð með þennan árangur sem má aldrei taka sem sjálfsögðum hlut. Þættirnir sem vega inn í matið stofnun ársins eru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti. Og á myndinni sést hver þáttur vegur mikið af heildareinkunn. Og eins sést á myndinni að það varð hækkun á öllum þessum þáttum á milli ára. Ánægja og stolt og vinnuskilyrði hækkuðu mest á milli ára og þættirnir sem skoruðu hæst voru stjórnun, starfsandi, sjálfstæði í starfi, ánægja og stolt og jafnrétti. Á þessari mynd má sjá 5 hæstu einkunnir úr könnuninni og það ánægjulegt að fullyrðingin mér kemur vel saman við samstarfsfólk mitt fær hæstu einkunnina annað árið í röð
en að eiga gott og traust samstarfsfólk er ómetanlegt bæði fyrir vellíðan og árangur í starfi. Og það er einnig ánægjulegt að sjá að flestir starfsmenn upplifa að þeir geta leita til sín næsta yfirmanns þegar á þarf að halda, en að eiga gott samband við sín næsta yfirmann sem byggir á gagnkvæmri virðingu, hlustun og stuðningi hefur bein áhrif á líðan í starfi. Lægstu þættirnir snúa launakjörum og ánægju með hljóðvist og loftgæði, eins og maður sjá á þessari mynd. Ég er afar stolt af þeim árangri sem HSA hefur náð á liðnu ári á mörgum sviðum, þrátt fyrir ýmsar áskoranir í krefjandi og síbreytilegu starfsumhverfi. Að lokum vil ég nota tækifærið og þakka öllu starfsfólki innilega fyrir þeirra framlag, þrautseigju og tryggð. Framundan eru áfram stór og mikilvæg verkefni, en við höldum ótrauð áfram og saman gerum við HSA að enn betri vinnustað. Bæði fyrir okkur sem vinnum hér og einnig fyrir þá mikilvægu heilbrigðisþjónustu sem við veitum. Takk fyrir. Við þakkum Þórarni Gró, framkvæmdastjóra Mannauðs fyrir. Næst er yfirferð ársreiknings, framkvæmdastjóri fjármála, Svava Sveinbjörnsdóttir. Kæra samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Ég mun hér gera grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2024. Heilbrigðisstofnun Austurlands er ríkisaðili í A-hluta sem sinnir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi og veitir almenna heilsugæslu, sjúkra og hjúkrunarþjónustu. Starfsemi Heilbrigðisstofnun Austurlands nær frá Djúpavogi til Bakkafjarðar. Rekstur heilbrigðisþjónustu er mikil áskorun, en HSA hefur tekist að halda afkomu stofnunarinnar jákvæðri á undanförnum árum, þó viðsnúningur hafi átt sér stað árið 2022 og svo aftur núna árið 2024. Heildarvelta HSA var 7,3 milljarðar árið 2024 sem er aukning 709,5 milljónir frá árinu 2023. Þetta jafngildir 10,7% aukningu á milli ára. Fjárheimildir og rekstrartekjur ársins námu samtals 7.312 milljörðum og rekstrargjöld 7.352 milljörðum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Á milli áranna 2023 og 2024 hækkuðu rekstrargjöld Heilbrigðisstofnunar Austurlands 804,9 milljónir eða 12,3%. Hækkunin stafar einkum af jákvæðri viðbót í starfsemi HSA og spennandi verkefnum, eins og yfirtöku hjúkrunarheimilis á Vopnafirði, tilkomu aukalæknaþjónustu á Austurlandi, aukins kostnaðar við sjúkraflutninga, fjölgun bakvakt í heilsugæslu, ásamt almennum launahækkunum og verðlagshækkunum. Launagjöld voru langstærsti kostnaðarliður HSA á síðasta ári eða 69% heildargjalda. Meðalfjöldi stöðugilda hækkaði 26 á milli ára sem er jákvæð viðbót í öflugan hóp starfsmanna HSA, en þessi aukning er að stærstum hluta vegna starfsfólks Sundabúðar, sem er mjög jákvætt. Bókfærðar eignir Heilbrigðisstofnunar Austurlands námu samtals 1.005,3 milljónum í árslok og hækkuðu 14,6 milljónir á milli ára. Höfuðstóll Heilbrigðisstofnunar Austurlands var jákvæður 101 milljón í árslok 2023 og lækkun eigin fjár á árinu 2024 var 39,3 milljónir á árinu og er því hrein eign 61,8 milljón í árslok 2024.
Að skila neikvæðri afkomu ekki gott og krefst mikils aðhalds í rekstri, útsjónarsemi, aukinni kostnaðarvitund, tækninýjungum, teymishugsunum starfsfólks og góðri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Með því að leiðarljósi treystum við því að geta snúið rekstrinum í jákvæða afkomu að nýju. Góðir fundargestir, ég hef gert grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2024. Ársreikningurinn í heild sinni verður gerður aðgengilegur á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Svafa. Þá komið að starfsemistölum og gæðaviðmiðum. Það Karolína Andrésdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar. Gjörðu svo vel. Góðan og blessaðan daginn. Já, eins og Magga sagði, þá heiti ég Karolína og framkvæmdastjóri hjúkrunar. Ég ætla svona að stikla á stóru í gegnum starfsemistölur HSA yfir árið 2024 og þar sem ég hef bara 10 mínútur mun ég ekki fara mjög djúpt í hvert svið fyrir sig, heldur bara að gefa ykkur smá nasasjón af því af stöðunni sem hún kom fyrir árið 2024. Já, Heilbrigðisstofnun Austurlands sinnir heilbrigðisþjónustu á alls 600 og 200 ferkílómetra svæði frá Bakkafirði til Álftafjarðar, frá hálendi til strandar. Svæðið stórt og víðfemt og þar af leiðandi litast starfsemin. Já, en þetta alltaf lægir. Ég ekki mynd, ég halla mér svona til leiðar. Já, þú komið til langt frá mikrofónunum, sko. Já, takk. Heyrðu, já, sem sagt, ég reyndi að koma myndum af öllum starfsstöðum á eina mynd, nema hvað Google vildi ekki gefa mig mynd af heilsugæslusölunni á Borgarfirði eystri, en ég held að flest allar stöðvar sé þarna inni allar hluti af þeim. Og ég mun tala starfsemina í heild en ekki út frá hverri starfseiningu fyrir sig. Heilsugæsla HSA þjónustar allt Austurland. Heilsugæslurnar eru 8 samtals og heilsugæsluselin 3. Heilsugæslan fyrsti viðkomustæður allra sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda, sama hvenær sólarhrings, hvort sem eftir slys, veikindi, stórt eða smátt, brátt eða ekki brátt. Hér má sjá fjölda skráðra einstaklinga á hverja heilsugæslustöð, fjölda skólabarna og fjölda aldraðra og svona til gamans ef við tökum saman Fjarðabyggð og Neskaupstað þá það samtals 4.856 manns skráð þá saman og fjöldi skólabarna þá í Fjarðabyggð með Neskaupstað og svo eins og við tölum Fjarðabyggð, þá eru þau 670. Fjöldi íbúa yfir 60 ára í Fjarðabyggð 1006. Einnig áhugavert að sjá hvernig notkun túlkaþjónustunnar að dreifast og gefur það til kynna hversu fjölmenningarlegt samfélagið okkar Þegar skoðaðir eru starfsemistölur heilsugæslusviðs sést að fjölgun hefur verið á komum flesta mánuði ársins miðað við 2 ár á undan eða 7% milli ára 2023 og 2024. Flestar komur í október sem mjög líklega vegna inflúensubólusetningar en hlutfallslega mesta fjölgunin í apríl eða 25%. Í nóvember 2024 fækkaði komum miðað við árin á undan eða 15% milli ára 2023 og 2024 og athygli vekur að komum yfir júlímánuð fjölgar 12% milli árana 23 og 24 en aftur aðeins færri komur í júní og í ágúst. Innan HSA starfrækt flýtivakt eða samdægurþjónusta eins og þið vitið. Á árinu 2024 voru skráðar komur á hana 7.298 sem töluverð fjölgun frá árinu 2023 en þá voru komurnar 6.314. Einnig hafa símtölum fjölgað
Árið 23 voru þau 5.133 en árið 24 voru þau 6.229. En þetta eru svona 519 símtöl á mánuði eða cirka 26 símtöl á dag. Það sést blái toppar yfir júlí og ágúst sem heldur svo áfram út í september og október. Svona toppar geta kannski skýrst af ferðamönnum, umgangsperstum eða einhverju svoleiðis. Ég hef ekki nánari skýring á því. Á árinu 2024 tók HSA yfir rekstur hjúkrunarheimili Sundarbúð eins og búið að koma fram, en þar eru 11 rými og þar af 1 rými sem bráðarými eða sjúkrarými. Hjúkrunarheimilin þá núna 6 á 6 stöðum á Austurlandi, eins og þið hafið heyrt, og á árinu 2024 fluttu 24 einstaklingar inn á hjúkrunarheimili HSA og meðal biðtími eftir plássi voru 164 dagar. Meðal nýting hjúkrunarrýma árinu 2024 voru 90% og ástæðan fyrir því að ekki var hægt að fullnýta öll hjúkrunarrými innan umdæmis að stórum hluta árs var vegna manneklu. Hægt að meta svokallað hjúkrunarþyngd með mælitæki en hjúkrunarþyngd notuð til að gefa til kynna hversu mikið álag á hjúkrunarheimilum yfir ákveðið tímabil. Hjúkrunarþyngd á hjúkrunarheimilum HSA mælist 1,05 fyrir tímabili nóvember 24 til febrúar 25 og hækkar 0,02 frá því síðast. Þetta þó töluvert undir landsmeðaltali þar sem hjúkrunarþyngd 1,25 og af þeim 99 íbúum hjúkrunarheimila sem voru metnir mælast einungis 7 skjólstæðingar HSA með hjúkrunarþyngd yfir landsmeðaltali eða 7%. Þeir sem skora hæst með 1,63, lægsta skor var 0,77. Og ástæðan fyrir því að hjúkrunarþyngd svona lág hjá okkur að fólk að flytja fyrr inn á hjúkrunarheimili og dvelja þar að leiðandi þar lengur heldur en þekkist yfir landið. Og ástæðan fyrir því að mögulega hugmyndir af hverju fólk að fara fyrr inn á hjúkrunarheimili gæti verið vegna þess að til dæmis ekki viðeigandi þjónusta í heimabyggð eða fólk býr langt frá þéttbýliskjörnum og að þeim sökum langar með nefna að það sé mjög mikilvægt að gott að eldast verkefnið virki og gangi vel upp á að við getum nýtt hjúkrunarheimilin sem best. Í Neskaupstað rekur HSA umdæmissjúkrahús og þar sjúkradeild með 23 rými alls og sinnir sjúklingum á hand- og lyflæknissviði sem og fæðingardeild og hágæslurými. Yfir árið 24 voru skráðar 919 innlagnir á sjúkradeildina sem gerir 87 innlagnir á mánuði. Meðalfjöldi sjúklingadag voru 14,25 sem ívið hærra en árið 23 og þá var meðalfjöldi innlagra 13,5. Á sjúkrasviði rekin öflug dag- og göngudeild sem sinnir einstaklingum sem að koma í lyfjagjafir og blóðskilun. Inngrip á skurðstofu eins og speglanir og ýmsar smærri aðgerðir einnig taldar sem ferilverk á sjúkrasviði. Árið 24 voru skráðar alls 1079 ferilverk, 457 komur á dag- og göngudeild og 622 ferilverk tengd skurðstofu. Við teljum það mikilvægt fyrir fjórðunginn að sjá göngudeildina vaxa og dafna og vonandi ná efla hann og bæta þannig að skjólstæðingar þurfi sem minnst að fara suður í til dæmis krabbameinslyfjameðferðir. Því að fá þjónustu innan fjórðungs spara bæði tíma og pening fyrir alla. Hér má sjá samanburð sjúkraflutninga árið 23 og 24. Samtals voru útköll vegna sjúkraflutninga innan starfssvæðis HSA 1585, fjölgar rúmlega 100 frá árinu 23. Það væg fjölgun á öllum stöðum og þó einna mest á Egilsstöðum og til gamans má geta það að þá voru árið 24 136 flutningar á Egilsstaðaflugvöll, 63 á Norðfjarðarflugvöll og 13 flutningar á Vopnafjarðarflugvöll. Það voru samtals 633 flutningar til umdæmissjúkrahúss í Neskaupstað og það voru 339 flutningar til heilsugæslu HSA. Og eins og þegar heyrt, þá var gerður samningur Sjúkratrygginga Íslands og heilbrigðisráðuneytið og HSA auglæknaþjónustu á Egilsstöðum og þetta náttúrulega tímamóta samningur og þjónustan hefur farið hratt vaxandi og hafa skjólstæðingar verið að koma frá Akureyri, Höfni, Hornafirði og alls þar á milli til okkar og hafa starfsmenn auglæknaþjónustan svarað þessari miklu eftirspurn með aukningu á starfsprósentu hjá sér og
Þannig að sjáu hvernig komanum hefur fjölgað gífurlega frá þetta byrja þar til núna og nú svo komið að það rúmlega 300 manns á biðlista hjá okkur en þeir á þjónusta hérna eins og í mars 150 manns þannig að þetta bara gríðarlega vel gert. Annars ætla ég bara takk fyrir mig, takk fyrir góða áheyrn. Takk fyrir þetta, Karolína. Þá það samvinna velferð, teymisvinna, task shifting og task sharing. Eyjólfur Þorkelsson, framkvæmdastjóri lækninga. Sjáu þið hver slugsaði mest í framkvæmdastjórn því að ég þurfti að fá tæknimann til að koma hérna á síðustu stundu og setja þetta upp fyrir mig. Það það ekki, Vali. Já, góðan daginn. Virkar þetta einhvern veginn? Nei. Hliðinni. Já. Ég þarf kannski að hita þetta. Það alltaf gaman að svona tækni fítus. Góðan daginn, kæru samstarfsmenn og gleðilegan ársfund. Nú þegar ég ávarpa ársfund HSA í fyrsta sinn sem framkvæmdastjóri lækninga, þá langar mig að deila með ykkur smá persónulegri reynslu. Því þó að veðrið sé gott og sólin skíni núna, þá hef ég oft hugsað á síðustu árum af hverju ósköpunum flutti ég heim frá Svíþjóð. Fyrir þau eru svo sem ýmsar ástæður, en eitt af því sem kallaði mig aftur í heimahagana frá Svíaríki var svo tilfinning að þrátt fyrir að íslenskt heilbrigðisstarfsfólk búi yfir þekkingu og færni sem ég myndi segja sé á heimsmælikvarða, þá séu í heilbrigðiskerfinu ákveðnar hindranir sem hamli þessu fagfólki að njóta sín til fulls. Ef þær hindranir eru til staðar, þá trúi ég því líka að innan HSA búi það þor og nýsköpunar menning að við í sameiningu náum að hefja okkur yfir þær. Þannig að ég vil í dag aðeins ræða tvö hugtök sem geta haft heilmikil áhrif á hvernig við vinnum saman og hvaða þjónustu við bjóðum upp á fyrir sjúklinga okkar. Tilfærslu ábyrgðar eða task shifting og deilingu ábyrgðar eða task sharing. Tilfærslu ábyrgðar eða task shifting vísar þó til þess að verkefni sem áður voru eingöngu og hendi til dæmis lækna eða annarra sérfræðinga eru flutt til annarra heilbrigðisstarfsmanna. Þetta má kalla að starfa við hámark síns starfsleyfis og felst þá í því að verkefni séu skilgreind, afmörkuð og færð í hendur þeirri starfsstétt sem hefur lágmarksmenntun til þess að veita þjónustuna af öryggi. Task sharing eða deiling ábyrgðar eru þá hins vegar í sér að ábyrgð er deilt ekki kannski á milli starfsstétta heldur á milli einstaklinga sem oft eru sérfræðingar hver á sínu sviði með ólíka þekkingu og hæfni. Þannig að þetta er ekki bara flutningur á verkefnum, heldur meir að nýta fjölbreyttan hóp fagfólks og láta þekkingu og reynslu hvers og eins nýtast það sem hún hefur mestan ávinning. Þó það gleðji mitt litla læknishjarta hvað þjónusta okkar og álit er eftirsótt, þá er vinnudagur okkar bara jafn langur og annara og lengdist svo sannarlega ekki í nýjustu kjarasamningum. Við gætum reynt að mæta því með því að hitta sem flesta og hlaupa hraðar, en það dugar skammt ef að vandamál meira en helmings sjúklingar leysast að minna en hálfu leyti í hverri heimsókn. Þegar hjúkrunarfræðingar eða sjúkraliðar á aukna ábyrgð á ákveðnum þáttum, eins og eftirfylgd ákveðina sjúkdóma eða framkvæma einfaldari verk, þá kemur það öllum til góða. Þetta þýðir að læknar hafa þó rýmri tíma til að sinna þeim verkefnum þar sem þeirra sérfræðiþekking skiptir mestu máli, þar með talið að taka við upplýsingum frá öðrum fagstéttum, endurmeta og ráðleggja. Með tilfærslu og deilingu ábyrgðar getum við þannig kannski veitt fleiri sjúklingum betri og hraðari þjónustu. Hver og einn fagmaður er kannski ekki að hitta fleiri sjúklinga, en fleiri sjúklingar fá að hitta fagmann.
Samlag heimilislæknis eitt af mikilvægasta verkefni sem heimilislæknar hafi yfir að ráða og eitt af verðmætasta sem sjúklingar geta fengið. Og ef ára heimilislæknisins berst þá yfir á fleiri fagmenn sem vinna með honum í teymi, þá má sjá fyrir sér að samfella í þjónustu aukist og það sé ekki alltaf læknirinn sem sé andlið þjónustunar. Þannig getur þessi samvinna opnað nýja möguleika. Hún snýst ekki bara að dreifa verkefnum, heldur hvernig við vinnum saman sem heilbrigðisstarfsfólk. Því þegar ábyrgð deilt, þegar við sjáum að allir leggja sitt af mörkum til heildarárangurs, þá eykst starfsánægja og við upplifum meiri samkennd og samhug. Það skapar umhverfi þar sem við erum ekki bara að berjast við álag og tíma, heldur finnum við að við erum að vinna saman að sameiginlegu markmiði. Þetta ekki aðeins spurning að bæta vinnuflæði, heldur líka að skapa betra og þægilegra vinnuumhverfi, sem aftur mun skila sér í betri þjónustu við sjúklinga. Þegar við deilum ábyrgð og samþættum hæfileika okkar í teymum, þá förum við að upplifa vinnun okkar sem bæði fjölbreyttari og ánægilegri. Ábyrgð þarf alls ekki að vera byrði á okkur. Hún getur orðið tækifæri til þess að nýta hæfileikana og skapa meiri ánægju í vinnunni. Hvernig gæti þetta virkað í praktík? Nú skal ég alveg viðurkenna, nú ég komin pínu út á hálan ís, því ég man ekki hvenær síðast ég vann inn á sjúkrahúsi. En svona kannski til þess að nefna eitthvað, þá gæti þetta bætt skilvirkni og þjónustu við sjúklinga, til dæmis ef að eftir útskrift geti hjúkrunarfræðingur fylgt sjúklingum eftir í einni komu til að sjá og tryggja að sú meðferð sem var lagt upp með, sem var veitt, þær upplýsingar, ráðgjöf sem átti að gera, hafi virkilega skilað sér og gagnast. Þetta myndi létta álagi á sjúkradeildinu mögulega með færri endurinnlögnum. Þetta myndi létta álagi á heimahjúkruninni. Þetta geti hjálpað heilsugæslunni og fyrir utan náttúrulega kannski aðalatrið að veita sjúklingum meiri stuðning. Einnig mætti sjá fyrir sér að almennur hjúkrunarfræðingur eða sérþjálfaður sjúkraliði geti verið óstýril aðstoð í aðgerðum, aðstoða við undirbúningssótt verkfæri, þið vitið. Þetta geti minnkað líkur á þjónustufalli, því við erum þunnt skipuð. Þetta geti líka leitt til þess að sérþekking skurðhjúkrunarfræðinga nýtist ennþá betur. Í endurhæfingateyminu þar hefur samstarf hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara og annars fagfólks flýtt fyrir meðferð sjúklinga á heildrænan hátt. Við undirbúum sjúklingana fyrir endurhæfingun á Reykjalundi og tökum við þeim í skipulagt prógram fyrr en ella hefði kannski orðið. Þetta valdeflir okkar mannauð og auðveldar líka Reykjalundi að hámarka sína sérhæfðu þjónustu. Á heilsugæslunum þar geti tilfærsla og deiling ábyrgðar aukið samfellu í þjónustu og bætt þjónustuna í heild. Hjúkrunarstýrð móttaka getur verið nýtt til að tryggja gæði meðferðar og eftirfylgd afmarkaðra sjúkdóma svo sem sykursýki, heilabilunar og ADHD. Þar myndi sérþjálfaður hjúkrunarfræðingur sem geti hitt sjúklingana, metið, fylgst með að meðferð gangi vel, veitt viðeigandi ráðgjöf á réttum tíma. Heimilislæknir kæmi ennþá að kannski flóknari verkefnum og heildrænu þjónustunni og yfirgripinu, en þjónustan verður öll markvissari. Til hliðar við svona sérhæfða hjúkrunarmóttökum og eftir vill sjá fyrir sér að heilsugæsluteymi inni saman við að bæta þá heildstæðu þjónustu við sjúklingana. Það getur hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, mögulega aðrir fagaðilar, tekið þátt í að þróa meðferðaráætlanir og sinna eftirfylgd með sjúklingum. Þetta myndi skapa betri samvinnu og tryggja að fleiri sjúklingar fái rétta þjónustu á réttum stað á réttum tíma, án þess að samfellunni sé fórnað. Heilbrigðisgagnafræðingar getur haft enn mikilvægara hlutverk en þeir hafa nú við að halda utan tímabókanir, biðlista og rannsóknarsvör fyrir teymin og heimilislæknana. Með því að nýta tækni og tölvukerfi væri hægt að bæta skipulag og tryggja viðeigandi upplýsingar væru aðgengilegar fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem auðveldar sjúklingnum að fá þá þjónustu sem þeir þurfa á þeim tíma sem þeir sækja. Þannig að, hvað er við langan tíma? 2 yfir
Framtíðin það sem við gerum hana að. Ef við tökum á okkur ábyrgð með hugmyndum samvinnu, betri nýtingu og hæfileikum okkar og stuðningi við samstarfsaðila, getum við byggt heilbrigðisþjónustu sem bæði sjálfbær og skemmtilegri fyrir alla sem koma að henni. Við erum öll mikilvægir hlekkir í þessu ferli og með þessu, svona verklagi getum við tryggt að við séum betur í stakk búin til að mæta áskorunum framtíðarinnar með meiri gleði í starfi og betri þjónustu við sjúklinga. Við stöndum á ákveðnum tímamótum þar sem við getum valið að nýta okkar hæfileika og kraft til að bæta heilbrigðisþjónustuna með því að bæta vinnuflæði og skapa jákvætt vinnuumhverfi. Tilfærsla og deiling ábyrgðar eru tækifæri sem við getum nýtt til að veita betri þjónustu og bæta lífsgæði sjúklinga sem og starfsánægju okkar sjálfra. Þannig að þetta ekki bara umbætur, þetta möguleiki á því að breyta því hvernig við upplifum og veitum heilbrigðisþjónustuna og hvernig við hjálpum hverjum einum sjúklingi í sínum ferli. Takk fyrir. Þá hafa allir lokið sínum erindum. Ég verð að segja að þetta